Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þessi fundur númer 1612 í röðinni og haldinn hér í Ráðhúsinu miðvikudaginn 22. janúar 2025 klukkan 14. Njáll Ragnarsson af E-lista boðaði forföll og í hans stað situr fundinn Erlingur Guðbjörnsson, varabæjarfulltrúi af E-lista. Á dagskrá þessa fundar eru 11 mál og þau eru eftirfarandi. 1. Umræða samgöngumál. 2. Almannavarnalögn NSL 4. 3. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. 4. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 310. Bæjarráð Vestmannaeyja númer 5, fundur 3227. 7. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 412. 7. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 313. 8. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 413. 9. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3228. 10. dagskrármálið framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 314. Og 11. og síðasta málið fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 391. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið sem umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo. Forseti, eins og við sem hér búum vitum að þá hefur staðan á Landeyjahöfn verið bara svona þokkaleg og hún har haldist nokkuð opin núna í vetur, fyrir utan það þegar náttúrulega það vont veður ekki hægt að sigla og samkvæmt veðurgerðinni ástandi á Landeyjahöfn gott með ástíma. Það grunnt á rifinu en dýpkun þar látin mæta afgangi að því að yfir þennan ástíma hefur dýpkunin lítið áhrif. Það frjótt að koma tilbaka á rifinu. En hafnaminnið þá alltaf í forgangi í dýpkun yfir veturinn til að halda höfninu opinni sem mest. En vegagerðin líka eins og kom fram í fyrra þegar var hér fundur í Akoges að vinna með fagaðilum að því að skoða það að færa Markafljót. Það nú ekki komin eitt út úr því ennþá en vonandi skila það sér í einhverjum upplýsingum til okkar. En þá að bjóða út dýpkunina í vor og það mikilvægt að hagsmunum okkar eyjamanna sé vel gætt í því útboði. Og ég núna eftir helgina að fara á fund með vegagerðinni og stefnt að því að bæjarráð fundi með vegagerðinni í febrúar líka. En bæjarráð mun funda með nýjum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í byrjun febrúar vegna hagsmuna Vestmannaeyjabæjar inn í því ráðuneyti sem ansi margir. Áætlunarflugið hefur bara gengið vel en aðeins hefur verið að fljúga á 9 sæta vél en félagið á ekki stærri vél en það bara of fá sæti í hverri ferð og þar af leiðandi hefur nýtingin verið mjög góð og væntanlega komast færri að en vilja. En samkvæmt samningi milli Mýgflugs og Vegagerðarinnar þá flogið til Eyja út febrúar á þessum ríkisstyrk. En það hins vegar ekkert sem bannar Mýgflugi að fljúga áfram. Þetta og þeir geta bætt við ferðum að vild með eða án ríkistyrks og þetta munur á því þegar var þetta svokallega COVID-flug áður en þetta útboð fór fram. Þá mátti það flugfélag sem sinnti þessu bara fara nákvæmlega í þær ferðir sem ríki bað En núna ef að það fullt eða vantar flug fleiri daga eða annað félaginu sem á ríkistyrki við ríkið. Þetta bara lágmarks flugtími og lágmarksferðir. Þannig þeir getu þetta flogið meira. En auðvitað þessi vetur öðruvís en í fyrra. Núna höfnin meira opin og það hefur líka áhrif á flugið. En talandi flugið. Það staðan varðandi rekstrarumhverfi Reykjavíkurflugvallar. Það annað stórt áhugjefni fyrir okkur sem búa á landsbyggðinni. Og eins og við höfum séð í fréttum þá hefur Samgöngustofa fyrirskipað Reykjavíkurborg að loka annarri flugbrautinni. Þar sem ákveðin tré í Öskjuhlíðinni hafa áhrif á flugöryggi og var fram á að borgin myndi fella þar 14. tré. Og hefur óskinum að fella trén vegna flugöryggis legið fyrir í langan tíma en borgaryfirvöld hafa ekki brugðist við sem skyldi að mati Samgöngustofu og hefur því Samgöngustofa farið fram á að borgin loki annarri flugbrautinni. Borgin ekki sammála en við getum ekki setið undir þessu við sem búum út á landi að þetta mál þarf að leysa því flugöryggi bara öryggi okkar allra og allra landsmanna undir vegna þess að þetta ekki síst varðar sjúkraflug og auðvitað almenna notkun á vellinum
En nú síðast kom yfirlýsing miðstöðvar sjúkraflugs á Íslandi vegna lokunar flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli og með leyfi forseta langar mig að grípa aðeins niður í þessari yfirlýsingu. Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi lýsir yfir þungum áhyggjum vegna þessara takmarkana enda óheft aðgengi sjúkraflugvéla af Reykjavíkurflugvelli í mörgum tilvikum lífsnauðsynlegt fyrir veika og slasaða að stæðstum hluta landsins. Á hverju ári eru fluttir 950 til 1000 sjúklingar með sjúkraflugi eða sjúkraflugvélum og þaraf eru 630 til 650 fluttir til Reykjavíkur. Tilvitnun lýkur. Á síðasta ári voru 133 sjúkraflug í Vestmanni. 7 eru skráð af þeim þyrluflug, við höfum grunum þau séu á bilinu 7 til 10 þyrluflugi. Og þetta segir sig bara sjálft að þetta aðför að okkar öryggi. Það að við skulum vera í vafa það hvort að flugbrautirnar séu opnar og vegna þess ég segi báðar, vegna þess að þær framkvæmdir sem verið að hefja munu hafa einhver áhrif á flugöryggi á hinni brautinni þegar kranarnir koma upp. Þannig það grafalvarleg staða sem en máli var rætt í borgarstjórn í gær og það virðist nú ekki vera komin lausn á málið eða verið að leita lausna, minnstakosti kom það ekki fram í gær og einhverjir borgarfulltrúar hafa það sem lausn í málinu að það verði að fara að flyna flugvöllinu annan stað. Það mun náttúrulega ekki leysa stöðuna í dag og ekki næsta áratug. Og ég veit að bæjarstjórn öll vill taka undir þessa yfirlýsingu sem kom frá miðstöð sjúkraflugs á Íslandi og ég á von á því að forseti muni bera fram sameiginlega bókun hér á eftir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Þá göngum við áður en ég, hvar ég nú í þessari fundargerð, áður en ég gef orðið laust, vildi ég sagt hafa, þá les ég svohljóðandi innbókun. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, fór yfir stöðuna í samgöngumálum, samkvæmt vegagerðinni ástand á Landeyjahöfn gott miðað við árstíma, grunnt á rifinu en dýpkun þar látin mæta afgangi þar sem dýpkun hefur lítil áhrif sérstaklega á þessum árstíma. Hafnarminnið í forgangi við dýpkun yfir veturinn til að halda höfninni sem mest opinni. Áætlunarflugið hefur gengið vel. Aðeins verið að fljúga á 9 sæta vél en félagið á ekki stærri vél og þetta of fá sæti. Nýtingin hefur þar af leiðandi verið mjög góð. Samkvæmt samningi milli Mýflugs og Vegagerðarinnar verður flogið til Eyja út febrúar með ríkisstyrk. Mýflugi hins vegar frjálst að halda áfram að fljúga til Eyja og fjölga ferðum eins og þörf á með eða án ríkisstyrks. Bæjarstjóri fór líka yfir stöðuna sem upp komin varðandi Reykjavíkurflugvöll og hættu á lokun flugbrauta þar. Bæjarráð mun eiga fund með samgöngu og sveitarstjórnarráðherra í byrjun febrúar. Orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, mikilvægt að við séum að ræða samgöngumál á þessum tíma og sérstaklega í ljósi þessara ótrúlegu aðstæðna sem upp komnar gagnvart flugvellinum í Reykjavík og innanlandsflugvellinum okkar allra en því miður bara kemur þetta ekki á óvart og það hefur bara verið leynt og ljóst gríðarlega augljós vilji þeirra sem að stjórna í Reykjavíkurborg að losna við miðstöð innanlandsflugs úr Vatnsmýrinni og úr þessu svæði. Og við náttúrulega munum eflaust flest eftir því sem að hófst með lokun norðaustur-suðvesturbrautar sem kallar neyðabraut sem var farin var byrjað með í lokunarferli í lok árs 2013 og var svo endanlega lokað. Og auðvitað skerti starfsemi og mögulega starfsemi Reykjavíkurflugvallar á þeim tíma. Það hafa orðið í sífellu svona dæmi þar sem að einhvern veginn skilningur þeirra sem að ráða í Reykjavíkurborg á því hvaða hlutverki Reykjavíkurborg sem höfuðborg, sem miðstöð okkar allra sem að þurfum að sækja þangað þjónustu hvaða hlutverkum gegnir. Við sjáum þetta eins og ég segi ítrekað. Það var til dæmis að vera verið að skipuleggja undirbúa framkvæmdir í íbúabyggð í Hlíðarenda að þá var ítrekað tekið fram að þar myndu þær
byggingar sem að þar myndu rísa ekki hafa áhrif á veðurfar þannig að það myndi skerða starfsemi flugvallarins. Og reyndin hefur sýnt annað, að vindafar hefur breyst, flugmenn geta hafa staðfest það að aðstæður hafa versnað á flugvellinum við þær framkvæmdir. Og við munum líka eftir því þegar að þeir gengu ansi freklega fram gagnvart starfsemi flugrekstraraðilans Ernis, varðandi þeirra byggingar á flugvallarsvæðinu. Og nú síðast þá trassaskapur gagnvart skógrækt sem að í rauninni truflar aðgengi og möguleika okkar til þess að sækja þá mikilvægu þjónustu sem við þurfum á að halda, sérstaklega gagnvart heilbrigðisþjónustu. Og það var núna bara síðast í gær held ég var ég að lesa frétt með leyfi forseta af Vísi þar sem að er verið að tala að þó svo að sé verið að byggja nýja Landspítala, nýtt hátækni sjúkrahús, að þá mun þörfin fyrir legurými áfram vera til staðar, menn sjá fyrir sér nýtingu á sjúkrahúsinu í Fossvogi og sjá fyrir sér að í rauninni með framgangi Reykjavíkurborgar gagnvart íbúabyggð í því nágrenni séu möguleikar til stækkunar takmarkaðir. Þannig að því miður virðist vera þessi svona rauði þráður gegnumgangandi að vilji Reykjavíkurborgar til þess að setja sig í spor okkar hinna sem erum ekki þarna á höfuðborgarsvæðinu vera ansi takmarkaður og mikilvægt einmitt fyrir okkur sem hér sitjum að við séum í sífellu að minna á að þetta á að vera höfuðborg allra landsmanna, ekki bara höfuðborgarbúa. Og sérstaklega nú í ljósi þess að nú hafa orðið stjórnarskipti og ný ríkisstjórn, að þá gríðarlega mikilvægt og gott að heyra að við munum eiga fljótlega samtal við nýjan ráðherra til þess að setja fólk í þær aðstæður sem við búum við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Orðið er laust en þá Eyþór Harðarson. Gjörðu svo vel. Fundastjóri, góði fundamenn og gestir. Já, þetta er, hvað maður að segja, síendurtekið vandamál, þessi umræða Reykjavíkurflugvöll og hvernig Reykjavíkurborg í rauninni ógnar okkar öryggi. Það sem maður kannski kemur upp í hugan í þessu máli, það er bara tekið undir það sem að Hildur Sólveig bæjarfulltrúi Sigurðardóttir fór með hérna áðan, í rauninni það sama og maður liggur okkur á hjarta sennilega öllum, að við þurfum auðvitað að brýna bara okkar samgönguráðherra, okkar þingmenn Sunnlendinga. Við hlustum endalaust á borgarfulltrúa tala að þau ætla að leyfa eða tala svona loðið flugvöllinn og ætla ekki að svona bannan og lokunum en vinna endalaust að því að þrengja að honum þannig að á endanum verður hann ónótæfur. Og oft er talað eins og að sé ekkert mál að byggja nýjan flugvöll, hvort sem það er á eldfjallasvæði eða hvar sem er og peningarnir sem að það kostar, það er engin með lausnin á því en bara burt skal flugvöllurinn að margra mati hérna í Reykjavík. Þetta er Samgöngustofa þarna hluti af þessu ferli og svona mínum persónulegu samskiptum bara úr sjávarútveginu við Samgöngustofu, þá efast ég nú að allt sé, Reykjavíkurborg á örugglega í einhverjum erfiðleikum með samskiptin þar þessi mál, eins og kemur fram í þessum fréttum að borgarstjóri bendir á Samgöngustofu að hluta til í þessu máli. En við þurfum allavega að fá skýrari línur og höfuðborgin þarf bara að standa undir nafni, höfuðborg allra landsmanna. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá lesi ég hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar, svohljóðandi. Bæjarstjórn tekur undir bókun bæjarráðs málefni flugvallarins frá 15. janúar síðastliðnum. Einnig tekur bæjarstjórn undir áhyggjur sem koma fram í yfirlýsingu miðstöðvar sjúkraflugs á Íslandi. Þar sem lýst þungum áhyggjum vegna þeirra takmarkana sem verða á fluginu, enda óheft aðgengi sjúkraflugs að Reykjavíkurflugvelli í mörgum tilfellum lífsnauðsynlegt. Þá tökum við fyrir annað dagskrármálið sem almannavarnalög NSL 4 svokölluð. Gjörðu svo vel, Íris Róbert.
Forseti. Fyrir fundinum liggur samningur kaup á almannavarnalögn NSL 4 sem væri 4. lögnin sem lögð milli lands og eyja. Lögfræðingur Vestmannaeyjabæjar fór yfir endanlegan samning við NÓV vegna kaup. NÓV fyrirtækið sem framleiðir pípuna vegna kaup á almannavarnalögninni með NSL 4 með þeim sem skipa svokallaðan vatnshóp og í vatnshópnum eru oddvita framboðana í bæjarstjórn ásamt bæjarstjóra og framkvæmdastjóra stjórnsviðs og fjármálasviðs og framkvæmdastjóra umhverfis og framkvæmdasviðs. Ferlið hefur verið langt og afgreiðslutíminn á lögninni er langur. Það var farið í mat á því og það tók nú nokkuð marga mánuði með verkfræðistofu og fleiri góðum aðilum að skanna það hvernig kröfur þyrftum við að gera pípu, hvað er til hérna og hvað dugir hér á milli, að því að þið sjálfsagt vitið það mörg hérna, hér á milli liggur olíuleiðsla sem vatnið okkar fer í gegnum, að því það var metið á sínum tíma að það væri svo leiðsla sem að myndi geta þjónað þessum erfiðu straumum og erfiðu aðstæðum sem eru hér á milli. Og það var að koma upp nokkrar típur svona sem voru skoðaðar og það var alltaf þetta að það væri skilyrði að það væri ekki samsetningar á henni. Við erum hrædd við samsetningar í sjó og það sem kom helst til greina voru allavega lagnir sem voru kannski með hátt í 40 samsetningum og þegar var farið að vinna útboðsgögn fyrir þetta þá var það bara klárt mat að ekki var hægt að vera með öllum þessum samsetningum í sjó. Að því við vitum á það reynir og á endanum var útboðið bara með því að við viljum leiðslu sem er svipuð og sú sem er í sjónum í dag og með þeim kostum sem fylgja henni, en hún er dýr. Og það sem er á borðinu, þetta er sama leiðsla. Það var bara eitt fyrirtæki sem treystir sér til að leysa þessar aðstæður og það er þetta NÓV sem hét nú annað á sínum tíma þegar leiðslan var lögð. En afgreiðslutími lagnarinnar er mjög langur vegna þess að við förum inn í svokallaða röð og við erum bara með olíuframleiðendum þar og það er 18 mánaða biðtími. Þess vegna lá mikið á að reyna að koma útboðinu út fyrir jól, klára að taka upp og koma til þess að geta komið okkur inn í gluggann 2026. Og nú er það er að mörgu leyti ánægjulegu dagur að við erum að leggja fyrir hérna fullbúinn kaupsamning sem að við leggjum til að vera samþyktur hér og í framhaldinu verður undirritaður af mér. En það er allavega næst á dagskrá eftir að það er að við erum búin að kaupa lögnina að þá þarf að bjóða út flutning og útlagningu á lögninni og er gert ráð fyrir að forval verði með bara svipuðum hætti og við vorum að gera núna og að það verði bara auglýst, við þurfum að auglýsta á Evrópska efnahagssvæðinu, þetta er dýrt. En síðast var þetta boðið út í einum pakka því þá var þetta alveg sömu eigendur sem gátu boðið pakkan, en núna verður þetta í sikkoru lagi. En það er náttúrulega eins og ég sagði ánægjulegt að við séum að tryggja okkur almannavarnalögn, en að sama skapi er bara mikilvægt að íbúar í Vestmannaeyjum ber ekki kostnað af almannavarnalögn. Og það samtal þarf að vera áfram í ríkið. Við mátum það svo að við myndum stoppa við þessar 800 milljónir sem ríkið er tilbúið að borga núna, að því annars hefur við mist klukkan 26 og fyrir utan það er ríkisstjórnarskipti og allt þetta. Þannig að við förum á stað í þetta og erum með vilyrði fyrir 800 milljónum, en heildarkostnað við lögnina er metin með útlagningu og öllu 2,2 til 2,4 milljarðar. Þannig þetta er bara mjög dýrt þegar hún er komin hún í sjó og búið að leggja hann út. En þetta er samt sem áður ánægjulegt að því þetta er ákveðin trygging á því að það sé að koma almannavarnalögn og við höfum í mörg ár, löngu áður en NSL 3 tjónaðist, bent ráðamönnum á það að hér vanti þess almannavarnalögn. Þannig því er þetta ánægjulegt skref og forseti mun bera samningin upp til atkvæða hér á eftir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orði laust í þessu máli þá les ég svohljóðandi innbókun. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, fór yfir stöðuna varðandi NSL 4. Lögfræðingur Vestmannaeyjabæjar fundaði með vatnshópnum svokallaða og fór yfir
endanlegan samning við NOVAF vegna kaupa á almannavarnalögn NSL 4 með fulltrúum í hópnum. Vatnshópinn skipa oddvitar framboða í bæjarstjórn Vestmannaeyja ásamt bæjarstjóra og framkvæmdastjórum stjórnsýslu og fjármálasviðs og umhverfis og framkvæmdasviðs. Afgreiðslutími á lögninni sem sömu gerðar og tjónaðarlögnin NSL 3 er 18 mánuðir og stefnt að niðurlagningu í ágúst 2026. Næst á dagskrá þó að bjóða út flutning og útlagningu á lögninni og gert ráð fyrir að forval verði með sama sniði og varðandi lögnina sjálfa og að samningur þar að lútandi verði kláraður á næstu mánuðum. Orðið laust þetta mál. Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundamenn og gestir. Já, NSL 4, þetta í rauninni ánægjulegur áfangi að skrifa undir kaupsamning og komast í röðina á því að fá lögn afhenta sem afhenta sumarið 2026 sem þá orðið komar að segja, skrifað í planið og vonandi trublast ekkert á þeirri leið í heimsmálunum. Það í rauninni eina sem maður sér að geti trublað það er þessi hóp sem að blasir við í Evrópu eins og menn talum. En ég ætla nú ekki að vera svona dramatískur hérna. En 2022 þá hófst þessi vinna af alvöru, undirbúningurinn að NSL 4, þar sem að við vorum með í raun eina vatnsleiðslu til Vestmannaeyja og í raun allt og lengi búið að við vorum búin að vera værukær í mínum huga með að undirbúa nýja vatnsleiðslu og margir hverjir héldu nú reyndar að það væru 2 vatnsleiðslur hérna í virkni. En þetta var staðan og vinnan hófst af alvöru og eingöngu vegna þess að við töldum að sjálfsögðu ekki nægilegt öryggi því að vera bara með eina vatnslögn. Tjónið á NSL 3 tafði verkefnið að sjálfsögðu og mikil óvissa búin að fylgja því máli, tjónabætur óljósar og málaferli framundan, þar sem að tekur mörg ár að fá niðurstöðu í það, þannig að við vitum ekki hvort að við sitjum uppi með það tjón að stórum hluta eða ekki. Vonandi ber þessi ferð okkar í málaferlunum árangur og við fáum okkar tjón bætt, en það verður bara komið í ljós. Við höfum verið að kalla og nefna NSL 4 almannavarnalögn því að við í raun þurftum ekki aðra lögn til þess að flytja nægilegt vatnsmagn. Þetta snerist ef önnur leiðslan brestur þá vorum við vatnslaus og í rauninni almannavarna ástand á yfirvofandi í Vestmannaeyjum. Þannig að við ætlum að, þó að við séum búin að fá viðurkennt og vilja yfirlýsingu við það frá ríkinu að borga 800 milljónir af þessari lögn, eða í þessari lögn, þá held ég að þeirri baráttu sé ekki lokið, því að í mínum huga og okkar allra þá eigum við að berjast fyrir því að öll þessi lögn sé í raun skilgreind sem almannavarnalögn, alveg eins og margar aðrar almannavarnar aðgerðir hér og þar landið, hvort sem það í formi varnargarða eða hvaðan eina til að tryggja byggð. En til að fólk átti sig á þessu þá erum við að tala 2,3 til 4 milljarða í heildarverði með lagningu á þessari lögn. Og ef að ríki borgar 800 milljónir sem í hendi, þá erum við að tala á vatnsveituna leggst á 1,6 milljarður þarna sem að auðvitað borgast þá bara á tugum ára með vatnsgjöldum og notendagjöldum á vatnsveitunni, og það liggur bara fyrir að HS Veitur vilja skila vatnsveitunni, þannig að við munum sennilega taka við rekstri hennar á næstu misserum, og það allavega unnið að því og það okkar skylda að sjá fyrir vatni í Vestmannaeyjum. Þannig að það gríðarlega óvissa með í rauninni bara fjárhagsgetu þessara vatnsveitu og hvað bærin þarf að leggja mikið til af peningum í þessa vatnsveitu, því að það alveg augljóst að vatnsgjöld, venjuleg vatnsgjöld og notendagjöld
standa sennilega ekki undir 2 til 3 milljarða útgjöldum, auka útgjöldum við þessa vatnsveitu. En við verðum bara að vona það besta og þetta fari allt vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn og gestir. Ég ætla nú ekki að koma og halda einhverja mikla lofræðu hérna, en mér finnst þetta merkis, þetta áfangi sem við erum að ná. Og ég vildi nú bara aðalega koma til þess að þakka bæjarfulltrúum sem hafa setið í þessum vatnshópi, því að ég veit að þetta er gríðarlega mikil vinna búið að liggja þarna baki, mikil samskipti, mikil tími og já, ég vildi bara koma og þakka þeim fyrir að leggja þetta á sig fyrir okkur öll hin hér sem búum í Vestmannaeyjum. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrirliggjandi kaupsamning gjöru svo vel og gefi merki. Hann er samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir 3. dagskrármáli sem er kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyja bæjar. Samkvæmt 3. tölulið B-liðar 42. greinar samþykktar stjórn Vestmannaeyja bæjar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 991 frá 2020 skipar bæjarstjórn í nefndir og ráð. Hér liggur fyrir tillaga að skipa Helgu Jóhönnu Harðardóttur sem aðalfulltrúa í framkvæmda á hafnaráð fyrir hönd Eyjalistans í stað Rannveigar Ísfjörð sem skipuð var af Hálistan. Sömuleiðis er gerð tillaga að í stað Helgu Jóhönnu Harðardóttur í fjölskyldu- og tómstundaráð komi Rannveig Ísfjörð sem aðalmaður. Einnig er gerð tillaga að Salóme Ýr Rúnarsdóttir verði varamaður í umhverfis- og skipulagsráði fyrir hönd Eyjalistans í stað Bjarteyjar Hermannsdóttur. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjöru svo vel og gefi merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Tekið þið fyrir 4. dagskrármálið sem er fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur nr. 310. Liðir 4.1 til 4.4 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 5. dagskrármálið sem er bæjaráð Vestmannaeyja, fundur nr. 3227. Liður 5.3 viðaukar við fjárhagsáætlun liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þennan lið. Vill einhver kveða sér hljóðs? Svo ekki og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðaukana gjöru svo vel og gefi merki. Þeir eru samþykktir með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir mál 5.6. Hitalagnir undir Hásteinsvöll liggur fyrir til umræðu og til máls tekur Margrét Rós Ingólfsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna upp til að ræða lagningu hitalagna undir Hásteinsvöll. Ýmislegt hefur nú verið rætt og ritað þetta mál og það sem er alveg ljóst að mínu mati er að mikið ber í milli þeirra gagna sem að IBF er með annars vegar og síðan sem að Vestmannaeyjabær hefur aflað og mér þykir eiginlega sérstakast á öllu að Vestmannaeyjabær hafi ekki sýnt neitt vilja til þess að sannreyna þær tölur sem að þeim hafa verið kynntar. Og ég vona að það sé ekki vinnubröðin í öllum málum hjá Vestmannaeyjabæ eða svoleiðis vinnubröð. En á þessu fundi er synjað beiðni IBF 20 milljóna króna aukafjárveitingu til þess að kaupa hitalagnir. En í 13. grein bæjarmálasamþykktar þá kemur fram að allir bæjarfulltrúar hafi rétt til þess að leggja fram viðauka eða breytingatillögu mál sem til umræðu á bæjarstjórnarfundi og leggja því fram tillögu í þessu máli sem ég óska eftir að greidd verði atkvæðum á þessum fundi. Tillagan er svohljóðandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að veita IBF íþróttafélagi styrk að upp að 20 milljón króna til kaupa hitalagna á Hásteinsvelli, eða leggja undir Hásteinsvöll. Bæjarstjóra verði falið að gera verk og samstarfssamning verkið þar sem ábyrgð Vestmannaeyjabæjar annars vegar og IBF íþróttafélags hins vegar eru skilgreind
og hlutverk hvors sig er sett niður. Tillagan er skrifleg eins og kemur fram í bæjarmálasamþykkt afhendist hérna forseta og ég ítreka að ég fer fram á að greidd verði atkvæði um tillöguna á þessu fundi. Vilja fleiri tjá sig um þetta að svo komnu máli? Ég geri hér stutt hlé á þessum fundi og sem ég gerir ráð fyrir að verði 10 mínútur eða svo. Hlé er gert á fundinu.
Framhaldið í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Það er niðurstaða forseta að tillagan, eins og hún er framborin hér á þessum fundi, er ekki tæk til afgreiðslu og legg ég til hér á eftir með rökstuðningi sem hér fylgir að henni verði vísað til bæjarráðs. Í fyrsta lagi þá felur tillagan í sér viðauka við fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar. Slíkan viðauka er ekki hægt að fjalla og taka til afgreiðslu án undangenginnar meðferðar í bæjarráði. Þar vísa ég til 28. grein bæjarmálasamþykkta sem er svohljóðandi: fyrsti til 2. málsgrein. Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn bæjarfélagsins að því leyti sem þessi mál er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur eftirlit með stjórnsýslu bæjarfélagsins og fjármálastjórn þess, semur drög að fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggur það fyrir bæjarstjórn. Í 50. og 2. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjar er jafnframt eftirfarandi grein: óheimilt er að víkja frá fjárhagsáætlun samkvæmt 1. málsgrein nema bæjarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við áætlunina. Á þetta við hvers kyns ákvarðanir, samninga eða aðrar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa í för með sér breytingar á tekjum, útgjöldum, skuldbindingum eða tilfærslu milli liða í fjárhagsáætlun í þegar samþykktri fjárhagsáætlun. Viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfærða ákvörðun það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert er ráð fyrir verði mætt. Á það einnig við þótt heildarútgjöld eða heildartekjur breytist ekki vegna samþykktar hans. Það er því niðurstaða forseta að leggja til að þessari tillögu bæjarfulltrúa Margrétar Rósar Ingólfsdóttur verði vísað til bæjarráðs. Orðið er laust. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þessi niðurstaða kemur í sjálfu sér ekkert óvart. Ég hef áður komið með tillögu hérna sem var vísað inn í bæjarráð. Ég ætla bara að segja það að ég átta mig ekki á þessari stjórnsýslu. Ég átta mig ekki á því að málunum sé vísað aftur inn í bæjarráð sem er búin að synja málunum. Mér finnst það sjúklega ólýðræðislegt. Mér finnst það einræðistilburðir og ég ætla að fá að lesa eftirfarandi bókunum frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Málið er búið að fara í gegnum bæjarráð sem hefur vísað málunum áfram til bæjarstjórnar. Það er málunum ekki til hagsbóta því sé vísað aftur tilbaka. Eðlilegast væri að bæjarfulltrúar allir myndu fá að greiða atkvæði um málið. Annar lítur út eins og einræðistilburðir í stað þess lýðræðis sem núverandi meirihluti státa þess af í orði en greinilega ekki í borði. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Og óskum eftir fundarhlé, Páli. Gert verður hlé á fundinum að ósk minnihlutans. Gjörðu svo.
Fundinum framhaldið í bæjarstjórn Vestmannaeyja og orðið laust ennþá. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fá að lesa bókun fyrir hönd meirihluta. Það sem hljóðar svo með leyfi forseta. Það eru ólýðræðisleg og forkastanleg vinnubrögð að leggja tillögu 20 milljón króna fjárútlát fyrir bæjarstjórn sem aðeins minnihluti bæjarstjórnar hefur séð fyrir fundinn og fylgdu ekki fundargögnum. Slíkt mjög óábyrg meðferð almannafjár. Þetta heldur ekki í samræmi við bæjarmálasamþykkt varðar það að bæjarfulltrúar geti kynnt sér þau gögn sem liggja fyrir fundinum til ákvarðanatöku svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun. Því eðlilegt að máli fari aftur fyrir bæjarráð þar sem bæjarráð var einróma í ákvörðun sinni málið í bæjarráði þar sem fulltrúar allra framboða samþykktu málið. Undir þetta rita meirihluti EOH-lista. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góði fundarmenn og gestir. Já, þetta búið að vera sannkallað hitamál, það ekki hægt að segja annað. Lagnir undir Hásteinsvöll og þetta var afgreitt í bæjarráði hér fyrir nokkru og eftir langa og mikla umræðu og menn búin að kynna sér mikið af tölum og staðrendum í málinu. Mitt sjónarmið í þessu að sko varðandi þessa bókun sem kemur þá veit ég nú ekki alveg hvort að sé mikið stílbrot og að Margrét Rós bæjarfulltrúi komi með tillögu að einhverri breytingu. Það veit ég hvort að það sé eitthvað sem að eigi að slá alla út af laginu, ég veit það ekki. En mér finnst bara ekkert vera nýtt í málinu og ég hefði bara kosið að klára þetta hér á þessum fundi. Því að bæjarstjórn hlýtur að hafa eitthvert vald til þess að taka á þessu máli. Og ég bara hefði kosið að við hefum klárað það hér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál? Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég var nú bara að segja hvað væll þetta. Þú veist, ef að meirihluti bæjarstjórnar heldur það að ég ætla að upplýsa hann allt sem mér dettur í huga að gera fyrir bæjarstjórnarfundi, þá verður það ekki þannig. Og þessi tillaga mín þarf ekki að koma neinum á óvart. Ég er búin að skrifa hana á blaðagreinar, ég er búin að skrifa hana á samfélagsmiðla, þetta þarf ekki að koma neinum á óvart. Og svo ætla ég líka að segja að það að sitja 3 einstaklingar úr öllum flokkum bæjarráði, þá erum við hér 9. Við erum hér 9 inni og bæjarstjórn aðri bæjarráði. Það bara þannig. Þannig að Eyþór Harðarson bæjarfulltrúi eða Páll Magnússon eða Jónas Sigríður Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi, þeir taka ekki ákvarðanir fyrir mig. Það bara þannig. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta alveg ótrúlega merkilegur ferill að menn séu bara ekki tilbúnir að leyfa í rauninni. Það það sem það snýst að leyfa þeim sem hér sitja að fá að tjá sig og taka ákvörðun í þessu máli sem bæjarráð nú þegar búið að taka ákvörðun Og mér finnst þetta ekkert annað en ákvörðunarfælni og í rauninni eins og búið að koma hérna fram, bara ólýðræðisleg vinnubrögð. Við vilja frekar að séu færri fulltrúar að fjalla þetta mál en fleiri. Og ég bara virði hana Margréti Rós mikils fyrir það að hafa hér kjark og þor í það að leggja fram þessa tillögu og fylgja sinni sannfæringu. Þó sem hún sé ekki endilega í takt við alla sem að hafa verið að ræða í þessu máli, þá hefur hún fylgt sinni sannfæringu og á að fá, og við öll, að fá að tjá okkar hugi í þessu máli og ég viðurkenni það alveg. Ég hef
á sínum tíma þegar að fjármögnun varðandi hitalagnir og gervigrasvöll var rædd í rauninni fyrir fjárhagsáætlun síðasta árs, sem rúmt ár síðan þar sem þessi mál voru rædd, að þá voru ákveðnar upphæðir sem lágu þar til grundvallar og ég tók mína afstöðu út frá þeim upplýsingum. Síðan hafa komið frá því í rauninni að þetta kemst í hámæli, ýmis gögn, ýmis viðleitni af hálfu félagsins til mögulegra samningaviðræðna og annað og mér finnst það bara eðlilegt að maður staldra aðeins við og íhugi aðeins afstöðu sína og ég hef allavega gert það. Það eru auðvitað ákveðnir þættir sem ber að huga að, til dæmis mun kostnaður vegna efnis og vinnu við lagningu hitalagna gera lítið annað en að vaksa í framtíðinni. Ég hef heyrt að það verði ekkert mál ef þetta ómögulegt eftir þegar við skiptum gervigrassi þá bara hendum við hitalögnunum undir og ég meina við vitum það ekki verður þetta ódýrara á þeim tímapunkti en það í dag. Eins hefur verið talað að það sé umtalsverður umfram kostnaður að gera þetta þá frekar en núna þegar við erum að fara í fyrsta skipti í þessa framkvæmd. Mér finnst þetta skynsamleg leið sem að Margrét Rós að leggja hér til og í rauninni IBVF íþróttafélag var að falast eftir eins og mér sýnist á fundi bæjarráðs að óska eftir styrk til þess að geta sjálft haldið utan þessa framkvæmd og þá það bara, eru gerðir samningar að standist þá ekki útreikningar félagsins gagnvart kostnaði við framkvæmdina líkt og félagið hefur lagt fram, þá það bara þeirra ábyrgð að mæta því. Í dag geta hvorki meistaraflokkar, 2., 3. eða 4. flokkar spila heimileiki síni í Eyjum yfir vetrartímann og telja þeir leikar sem viðkomandi flokkar geta ekki spila hér tugum, þýðir aukin ferðalög, aukið álag, aukin meiðslahætta, aukin hætta á brottfalli á þegar viðkvæmum aldri og með nýju gervigrasi breytist klárlega svo aðstæða. En við vitum líka að yfir vetrartímann þá koma ekkert gestalið hingað til Vestmannaeyja nema í gegnum Landeyjahöfn. Og á hvaða tímasetningum og hvers konar veðurfar þegar Landeyjahöfn opin. Þá yfirleitt norðanátt, þá harðasti veturinn, þá gjarnan frost og snjókoma. Þannig að væntanlega yrði þá mögulega að völlurinn ónothæfur án hitalagna á þeim tíma. En ég ætla með leyfi forseta að fá að bóka, af því ég ætla að þið komið með tillögu varðandi það vísa þessu inn í bæjarráð ekki rétt. Ég ætla að fá að forseti koma með bókun gagnvart afstöðu minni í því máli. Bókunin svohljóðandi. Augljóst að framkomnum gögnum að kostnaðargreining, mat á nauðsyn og áhrifum vegna hitalagna undir Hásteinsvöll af hálfu Vestmannaeyjabæjar annars vegar og IBVF íþróttafélags hins vegar umtalsvert ólík. Verkefni í heildina var áætlað 280 til 300 milljónir og var ég tilbúin að styðja þessa tillögu og styrkveitingu sem nemur 7% aukningu á þeirri fjármögnun til að nýting fjárfestingarna til framtíðar verði betri. Undirrituð hefði vilja taka þá lýðræðislegu leið og kjósa máli hér af 9 bæjarfulltrúum og mótmæli harðlega fyrir ákvörðunarfælni og andlýðræðislegri ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að vísa málinu aftur til bæjarráðs sem mun einungis lengja feril málsins að óþörfi. Bókun lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Helga Jóhanna Haraldóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir kemur hér upp og segir að hún hefur kannski breytt sinni skoðun í málinu út frá því að hún hefur líka séð önnur gögn. Og ég á hér að koma og taka ákvörðun það að veita 20 milljóna styrk, samt hef ég sem bæjarfulltrúi hér á þessum fundi bara séð þau gögn að það kosti 85 milljónir að setja hitalagnir undir Hásteinsvöll. Ég hef ekki sem bæjarfulltrúi fengið að sjá okkur önnur gögn. Þannig að mér finnst bara ekkert óeðlilegt við það að þetta fari aftur fyrir bæjarráð og þá get ég bara komið aftur hér upp á næsta bæjarstjórnarfundi með mína skoðun á þessu máli. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel, Gísli Stefánsson. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég þakka bara líflegar umræður, mér finnst þetta bara að vera flott að við tökum þessa umræðu hérna. Þessi staðan hins vegar svo spurning sem að þessi umræðu að skilja eftir fyrir mig hérna núna hver tilgangur bæjarstjórnar ef að bæjarráð á að ráða þessu?
Ég vil líka minna á að allir fulltrúar í bæjarráði sem að utan náttúrulega formanns sitja hér í bæjarstjórn. Jú, formaður situr að sjálfsögðu, hann situr ekki þennan til þennan fund, en varamaður hann situr hérna. Og af hverju getum við ekki bara klárað þetta mál? Er ekki vilji fyrir að sýna það bara hvað okkur finnst þetta? Og mér langar bara til þess að biðja ykkur að endurskoða þessa afstöðu ykkar. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli. Orðið er áfram laust. Er bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir ekki búin að tala tvisvar í málinu? Ég held að við verðum að halda okkur við fundarsköpin. Er einhver sem vil taka orðið sem ekki búin að tala tvisvar í málinu? Já, má ég ekki tala? Nei. Ég má tala mína tillögu tvisvar og ykkar tillögu tvisvar. Og máli tvisvar. Við erum ekki búin að leggja fram neina tillögu. Forseti var með. Það var rætt hér áðan niðurstöðu forseta, ekki minnihlutinn hefur ekki lagt fram neina tillögu hér í þessum máli. Við hefum víst lagt fram tillögu í þessum máli. Nei, meirihlutinn ætlaði ég að segja Birgir. Það er frá bókun. Já, þetta er bókun. En þú ert búin að tala tvisvar, bæjarfulltrúi Margrétur Rós Ingólfsdóttir er búin að tala tvisvar í málinu. Ég endurtek, er orðið laust fyrir þá sem ekki eru búin að tala tvisvar í málinu. Íris Róbersdóttir, gjörðu það. Forseti, já, mér finnst svolítið skrítið að sita undir þessari umræðu hér. Tillaga forseta er tæknilegs eðlis og það er alltaf hægt að taka málið aftur inn í bæjarstjórn og það er hægt að ræða það aftur og auðvitað er það bæjarstjórn sem hefur úrslita áhrif. En það eru líka reglur sem gilda það hvernig bæjarstjórn samþykkir og vinnur viðauka. Annað málið er að ef að það sé einhver önnur og ég myndi líka vilja sjá þessi gögn sem að bæjarfulltrúi hefur varðandi það að þetta kosti bara 20 milljónir og síðan bara bingo og búið, að því hér hefur ekkert verið rætt rekstur. Það er aftur á móti mikið verið rifist hvað reksturinn á grasinu á hitalögnunum kostar. Má ég tala? Við erum með rauntölu núna úr Reykjanesbæ fyrir árið 24. Félagið hefur farið mikið með tölur, 4 mánaða tölur frá 2 félögum í Reykjavík. Við erum með rauntölur úr Reykjanesbæ sem eru teknar sem ástölur vegna þess að það kostar meira að reka grasið og það geta dottið inn aðrir mánuðir heldur en akkurat þessi tími er. Rauntölurnar úr Reykjanesbæ reiknaðar yfir á okkur, það árið 24 eru 27 milljónir, sami útreiknimeistari og þeir eru með. Þannig ég held að það sé mikið meira heldur en það að segja að það sé rétt sem félagið með eða rétt það sem tæknideildin hefur lagt fram sem er byggð á VFSO. Ég er ekki sérfræðingur í gervigrasi, enginn af þeim sem hefur lagt fram þetta frá félaginu heldur. Við erum að byggja þetta á gögnum frá fólki sem þekkir til. Og það er alveg ljóst að þegar Reykjanesbær fór á stað, sem er á heitu svæði, þá gerðu þau ráð fyrir að meðaltali 300.000 krónum í að halda hita undir grasinu. 3,6 milljónur á ári. Síðast ár var 10,3. Í Vestmannaeyjum þýðir það 26 milljónir. Og nú langar mig að benda ykkur á það, því að ég er að fara eftir helgi. Ég fékk boð, eins og fleiri bæjarfulltrúar á fund, seint á sunnudagskvöldi. Auglýsingin kom inn á mánudagsmorgun. Ég er búin að bíða í 4 vikur eftir að 3, hann er nú búin að vera í tæpa 4, vikur eftir að hitta orkumálaráðherra út af málunum hér. Ég verð í Reykjavík fyrstu 3 dagana í næstu viku. Ef að það er vilji til þess að fá bæjarfulltrúa á fund, eða vera með ykkur erindi eða talið eitthvað, þá fer náttúrulega betur á því hjá félaginu að athuga hvort að fólk komist, hvort að sé á staðnum. En það sem mér finnst í þessu máli, mér finnst þetta, hvernig er búið að tala að hitalagnirnar kosti þetta, þar kosti ekki þetta, gögnin sem við erum að byggja á eru frá hönnunar aðila vallarins. Við fengum sama aðila til að reikna út kostnaði við völlin og IBVF er líka búin að fá.
Það kom ekki sömu tölur út úr því. En við erum með raunverulegt dæmi úr Keflavík. Það kostar 3 sinnum meira að kynda völlin heldur þeir gerðu ráð fyrir þeir fóru í þessa framkvæmd. Og mér finnst ekki svo léttvægt vegna þess að ég hef setið ansi marga bæjarstjórnarfundi ársreikning og fjárhagsáætlun þar sem hér talað ábyrga fjármálastjórnun, ekki auka í reksturinn, ekki bæta. Við verum auðvitað að vita hvað það kostar. Hvaða tilgangur í því að leggja lagnir undir völlin sem á ekki að tengja og sem á ekki að nota fyrir þú búið að finna aðra leið. Við verðum einhvern veginn að reyna að gera þetta saman með öðrum hætti. Ég get alveg sagt okkur það að ég búin að eyða mjög mörgum tímum í vinnu fyrir IBF íþróttafélag og mér þykir óendanlega vænt þetta félag. Og ég sit ekki hér undir því að ég sé í einhverju andlýðræðislegri aðferð til þess að reyna að kæfa málið að því þá að fara inn í bæjaráð til þess að hægt sé að fara með það í eðlilegt stjórnsýsluferli eða þá að ég sé eitthvað á móti félaginu. Ég það bara ekki og hef aldrei verið það. Mér þykir óendanlega vænt þetta félag og það sem búið að setja í þetta félag og uppbyggingin sem búin að fara, það alveg ótrúlegt hvernig þetta mál hefur þróast. Og það auðvitað bara skýtt að það bara enginn með það á hreinu hvað þetta kostar, virðist vera með umræðina hér. Og að komi hér upp bæjarfulltrúi sem segir að tölurnar séu allar í rugli hjá bænum. Hvað hefur bæjarfulltrúin fyrir sér í því að þær séu í rugli hjá bænum eða rugli hjá félaginu? Það þetta sitt bara tölurnar. Það eina sem við getum verið algjörlega viss Og mér finnst þetta, hvernig þetta mál hefur þróast og verið með þessi læti í kringum það ekki neinum til framdráttar, engum. Ekki félaginu, ekki bæjarstjórn og þetta rifrildi hér, þetta bara engum til framdráttar, engum. En staðan samt líka þannig, við förum aftur í praktíkina, að tækin komin á völlin. Tökum dæmi, þið viljið láta greiða atkvæði tillöguna. Ef við ætlum að tengja þetta, það kostaði 85 milljónir. Ekki reyna að rífast yfir því. Það frá VFSO og það eina sem við getum haft í höndunum. Til að tengja það við kerfi bæjarins. Ekki bara gera, að því, ég meina, erindi IBF kom inn tvisvar, vegna þess að gleymd að gera ráð fyrir tengibóksunum. Það á eftir, það nýbúið að leggja gervigras á 2 velli, þessi vinna sem IBF að fara fram á, bara að leggja lagnirnar undir, án þess að tengja þær við kerfi, kostar á þessum 2 stöðum 35 til 42 milljónir. IBF að biðja 20. Ætlar IBF að kosta restina með vinnu eða einhverju öðru, hvenær á svo að tengja, hver ætlar að reka? Við þurfum einhvern veginn að taka þetta samtal með öðrum hætti. Það að þetta snúist eitthvað einhverja pólitíska, sé svo frábært að nú bara hluta minnihlutanum farin að leggja fram tillögu það að þau vilja endilega láta IBF að 20 milljónir, en vill minnihlutin borga, miðað við Reykjanesbæ, 30 milljónir ári í rekstur. Erum við bara að leggja þetta til að geyma þetta? Erum við að sýnast? Mér finnst við geta tekið þetta samtal með öðrum hætti. Mér finnst þetta ekki gott, farvegur sem þetta í. Ekki fyrir neitt. Engan. Og bara svo fyrir þá sem eru í hlusta og horfa, þetta verður skemmtilegt sjónvarpsefni, að hér sita fulltrúar félagsins og ég vil bara fagna því að þið séu þessum fundi að fylgjast með þessar umræður. En mér að minnsta kosti finnst ekki eins og það sé verið að búa til eitthvað algjört brjál í gangi, væri þá ekki alltilega að sjá hvort að tillagan sé tæk. Í tillögunum var talað, þá ég meina framkvæmanleg, í tillögunum var talað að ég ætti að fara í að semja við félagið og gera. Félagið bað samt að þetta í samvinnu við okkur. Þeir ætluðu ekki að taka kostnaðinn einan, ætluðu við þá að klára 65 milljónirnar. Félagið bað líka það að í tillögunni stendur að ég ganga frá samningi. Þetta 20 milljónir. Sem þýðir það að það bara, þetta útbótskild fjárhæð. Við þurfum bara að láta kanna það hvernig samning við gerum með þessum hætti. Þetta ekkert svona klippt og skorið. Og mér finnst bara leiðilegt, hörmulegt, að standa í einhverju rifrildi við félagi sem ég þykir svo ótrúlega vænt. Við hljótum að geta gert þetta öðruvísi. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir, sýndi mér hér ákvæði í bæjarmálasamþykkt sem lítur að því að forseti hafi heimild til þess að leyfa mönnum að veita ansvar. Þá heimild ætla ég að nota, Hildur fær hér stuttan tíma til ansvars en þessi heimild verður ekki notuð framar á þessum fundi. Fyrirgefðu, ertu að biðja orðið? Já, fyrirgefðu forseti. Ég var að spyrja hvort þú myndir reyðast fram fyrir hann og svo ætla ég að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Gleymdi náttúrulega aðalpunkturum, ég var svo spennt áðan forseti, fyrirgefðu. Þessi tímarammi
sem þarf til að samþykkja þessa tillögu þýðir að við erum komin í vandræðum með tímalínuna á vellinu. Það er alveg á hreinu. Við höfum til 1. apríl til að klára þá vinnu sem er núna. Ef það verður gott veður, þá væri kannski rými fyrir hitt, en ef það verður leiðilegt veður, þá erum við komin í vandræði. Þannig það er margt sem þarf að taka tillit til. Ég hef nú heyrt það hér og sé það ritað í greinum að það líti nú bara út fyrir það að það verður bara, völlurinn verður bara ekki klár fyrir mótin. Allt þetta er bara, við erum bara að vinna þetta á sama hrað og allir aðrir og vonandi bara gengur allt upp, fæst allt efni og svona. En allavega var þetta er líka tímafaktor. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Nú fer ég það bil að herða tökin á þessum fundi. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúi gestir. Já, ég ætla aðeins að bara fara að bregðast við þessu sem að bæjarfulltrúi Helga Helga Jóhanna Harðardóttir var að tala varðandi það að hefði ekki fengið að sjá neinar aðrar tölur. Það er einmitt málið, það auðvitað var fundur inn í bæjarráði þar sem eru ekki 9 fulltrúar heldur 3 fulltrúar, kjörnir fulltrúar, þar sem var fundur með fulltrúum félagsins. Þann fund sátu bara ekkert allir bæjarfulltrúar. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að bæði leiti í svona máli fólk sér annara gagna eða bara upplýsinga frá þeim sem að mættu á þann fund. Af því ég persónulega undirritað hafði ekki seturétt á þeim fundi. Og ég ætla að fá líka bregðast við því að það hefur verið að tala varðandi kostnað við rekstur. Auðvitað hef ég áhyggjur af bæði tengimöguleikun, líka bara tiltækri orku í að kynda völlin og háum rekstrarkostnaði til framtíðar. En það er persónulega mitt mat að það myndi kosta okkur meira til framtíðar, ætla að gera þetta seinna og veita því IBF íþróttafélag þetta svigrúm til að fara í þessa framkvæmd og eiga þetta einmitt samtal sem að allt í einu er verið að tala fyrir núna. Hér átt að afgreiða þetta og afgreiða þetta frá. Þannig að ég eins og segi, þetta þvælist fyrir mér en þetta frestar náttúrulega málunum ennþá frekar að vísa þessu svona. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs í þessu máli. Forseti er ekki að taka efnislega afstöðu til þessara tillögu. Hins vegar er það ljóst að tillaga sem kemur óforvarandis inn á bæjarstjórnarfund 20 milljón króna framlag, eða styrk til aðila, er ekki tæk til atkvæðagreiðslu án lögbundinnar meðferðar slíkrar tillögu. Ég las hér áðan upp úr samþykktum bæjarins sem kveða á það að tillögur sem fela í sér breytingar á fjárhagsáætlun eða viðauka við fjárhagsáætlun, eins og þessi tillaga gerir, hún þarf meðhöndlun í bæjarráði og frá bæjarráði kemur hún inn í bæjarstjórn og þá tekur bæjarstjórn afstöðu til þeirra tillögu og verður tæk. Þessa tillögu hefur enginn séð fyrir en hún var birt hér á bæjarstjórnarfundinum áðan. Þannig að það er niðurstaða forseta í þessu máli að þessari tillögu verður að vísa til bæjarráðs og þaðan verður hún að koma með til þess bærum útskýringum og rökstuðningi sem viðauki við fjárhagsáætlun inn á fund bæjarstjórnar sem þá tekur afstöðu til hennar. Þetta er niðurstaða forseta bæjarstjórnar í þessu máli. Þess vegna ber ég upp þessa tillögu. Ég gaf orðið laust á þann, það baði enginn um orðið, þú mátt ekki bregðast við þessu. Nei. Tillaga forseta bæjarstjórnar er þessi að tillögu Margrétar Rósar Ingólfsdóttur bæjarfulltrúa D-listan sem hér liggur fyrir að henni verði vísað til bæjarráðs. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu gjöra svo vel gefum ekki. Tillagan er samþykkt með 5 atkvæðum, þeir sem eru á móti gegn 4. Ég ætla að fá ekki að greiða fyrir atkvæða mínu. Tillagan er samþykkt, gjöra svo vel. Forseti, það er algjörlega mitt mat að þessi tillaga sé búin að fá lögbundna umfjöllun í bæjarkerfinu. Hún kom fram af IBF og henni var synjað í bæjarráði. Ég tel algjör bara út í hött þetta fara aftur fyrir bæjarráð en ég skal bara leggja fram þessa tillögu aftur þegar bæjarráð er búin að ræða hana aftur. Takk fyrir þetta.
Fleiri, þar að segja, liðir 5, 1, 5, 2, 5, 4, 5, 5 og 5, 7 til 5, 11 af þessum tiltekna fundi sem við erum að fjalla hér liggja fyrir til upplýsingar. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð. Liðir 6, 1 til 6, 10 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 313. Liðir 7, 1 til 7, 4 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 413. Liður 8.1 listaverk í tilefni 50 ára Gosloka. Skipulagsbreyting liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Með leyfi varaforseta tek ég til máls. Það er með nokkrum ólíkindum að það skuli vera þörf á því enn og aftur að leiðrétta rangfærslur í opinberri umræðu það mál sem hér er á dagskrá. Æ ofan í æ er það fullyrt, jafnvel af bæjarfulltrúa sem á að vita betur, að til standi að gera stórfelldar og óafturkræfar breytingar á ásýnd Eldfells. Þessu er haldið fram þrátt fyrir að í á annað ár hafi gögn frá listamanninum og landslagsarkitektastofunni Landslagi legið fyrir og það er þvert á móti gert ráð fyrir að allt sem gert verður á Eldfelli verði afturkræft. Removable without leaving traces, eins og það heitir, eða afturkræft án þess að skilja eftir ummerki. Þrásinnis er líka gefið til kynna að eitthvað sé óljóst eða jafnvel falið kostnað Vestmannaeyjabæjar af þessu verkefni. Þar hefur ekkert breyst. Þar hefur ekkert breyst og þaðan að síður verið falið. Þar sem bæjarstjórn samþykkti samhljóða með öllum greiddum atkvæðum haustið 2022 að verja 50 milljónum króna í þetta verkefni er óbreytt. Ég hef aftur á móti fullan skilning á einlægum áhuga fólks á að fá kynningu á þessu listaverki og margum ræddum göngustíg sem er hluti af því og ég hef líka skilning á því að drátturinn sem hefur orðið á þeirri kynningu hafi sáð einhvers konar tortryggni eða óróa. En jafnframt hljóta allir að hafa skilning á því að tímasetning slíkrar kynningar hlýtur að ráðast af því hvenær listamaðurinn sjálfur telur verkið vera fullbúið til almennrar kynningar. Tónlistarmaðurinn frumflytur ekki þjóðhátíðarlagið fyrir hann er búinn að semja það. En nú get ég glatt bæjarfulltrúa og aðra Eyjamenn og líklega bara alla þjóðina með því að sú stund er að renna upp. Listamaðurinn Ólafur Elíasson hefur ákveðið að koma sjálfur til Vestmannaeyja og kynna verkefnið fyrir samfélaginu hér með göngustíg og öllu saman. Og samkvæmt upplýsingum frá listamanninum kynningin þjóna þríþættum tilgangi í lauslegri þýðingu minni að gefa samfélaginu tækifæri til að kynnast verkefninu beint frá listamanninum sjálfum, inntaki og ætluðum áhrifum og svara öllum spurningum sem upp kunna að koma. Að deila með Eyjamönnum þeim innblæstri listamannsins sem liggur að baki listaverkinu og ræða öll þau sjónarmið sem hafa legið að baki efnisvali og uppsetningu til að tryggja að verkið falli sem best að þeirri náttúru sem fyrir er. Að fara yfir það sögulega samhengið sem listaverkið kemur inn í tengslum við eldgos í Vestmannaeyjum og jafnframt persónulega tengingu listamannsins við svæðið. Endanleg dagsetning þessa kynningafundar mun liggja fyrir núna öðru hvoru megin við helgina, en fundurinn verður að öllum líkindum haldinn seinni hluta næsta mánaðar í febrúar sem sagt. Ég fyrir mitt leyti hlakka mikið til að sjá þessa kynningu og ég er næstum því viss það að við munum öll hér í bæjarstjórninni, líka bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir, taka andköfafrifningu þegar þetta liggur fyrir. Orðið er laust í þessari umræðuna. Eyþór Harðarson, gjörðu svo.
forseti, góði bæjarfulltrúar og gestir. Já, listaverkið. Málið allt hið undarlegasta. Í byrjun þessa kjörtímabils, sumarið 2022, var kynnt til sögunar það listaverk eða minnisvarði sem reisa átti vegna 50 ára gosloka afmælis 2023. Þá var uppleggið kynnt þannig að við værum að fá heimsfrægan listamann til verksins, sjálfan Ólaf Elíasson. Allt var þetta klappað og klárt, kostnaður væri þekktur 120 milljónir, 70 milljónir væri framlag frá forsætisráðuneytinu undir forystu Katrínar Jakobsdóttir, eins og ég skildi þetta, og 50 milljónir væri þá hlutur Eyjamanna. Og ekki vildi maður nú eyðileggja afmælisstemminguna vegna þess að 50 ára afmælis gosloka og mæla á móti þessu framlagi Eyjamanna til verkefnisins, þó svo að maður vissi ekkert hvað þetta snerist. Enda listaverkið bara frumsýnt einu sinni eins og kom fram hér í ræðu forseta okkar. Og okkur bæjarfulltrúum var ætlað að samþykkja þessi útgjöld og listamaðurinn átti að fá að vinna sitt listaverk í friði. Eins og flestum ljóst þá hluti verksins göngustígur í Eldfellinu. Eins og gengur og gerist þá seinkaði framkvæmd þessa listaverks og nú í byrjun 2025 bólar ekkert á verkinu þó svo að hafi komið fram núna á síðustu dögum einhverjar vísbendingar að málið sé í ferli. Áhyggjur mínar beinast fyrst og fremst af göngustíga gerðinni sem samkvæmt teikningu liggur á erfiðu svæði að hluta í Eldfellinu. Kostnaður við þessa göngustíga gerð óljós og það auðvitað ekki farsælt að fara með þessa framkvæmd áfram án þess að vera með skýra mynd af kostnaði og jarðraski í Eldfelli. Vonandi rætast ekki svörtustu sviðsmyndirnar sem maður sér fyrir sér þegar framkvæmdir hefjast í Eldfellinu, en maður óttast að verkið fari úr böndunum fjárhagslega fyrir bæjarsjóð. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta dagskrármál? Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, það væri óskandi að ég myndi taka andköf á þessum fundi með Ólafi Elíassyni. En fyrst að forseti talar að sé ekkert óljóst við þetta, þá langar bara að spyrja hann, veit hann hvað göngustöðurinn upp á Eldfell mun kosta? Veit forseti hvað malbökun bílastæðisins mun kosta? Veit hann hvað lýsing mun kosta? Veit hann hvað aðgengismál fyrir fatlaða mun kosta? Þetta allt sem að mun leggjast á Vestmannaeyjabæ líklega í það minnst þessar 50 milljónir, því ég hef lesið sama samningu og þessi forseti. Þessar 50 milljónir sem bærinn að leggja til ekki að fara í þessa hluti. Það alveg á hreinu. Og ég ætla að fá að lesa upp bókun frá öllum bæjarfulltrúum minnihlutans. Með leyfi forseta. Áfram höldum við að slá varnagla vegna málsins. Heildarkostnaður nýja nákvæm útfærsla virðist enn ekki liggja fyrir þrátt fyrir margra mánaða vinnu. Í það minnsta hefur slíkt ekki verið kynnt bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Megn óánægja með þessa ákvörðun meðal bæjarbúa. Það staðfest bæði í skoðanakönnun sem framkvæmd var á maskínu og í undirskriftarlista þar sem fleiri hundruð rituðu undir. Ef meirihlutinn svo sannfærður ágæti þessa verks, þá ætti hann ekki óttast það að leyfa bæjarbúum að segja sína skoðun í íbúakosningu. Við treystum bæjarbúum fyrir því. Og ég með tillögu, og hún skrifleg frá öllum fulltrúum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að þegar í stað verði haldin íbúakosning verkefnið og ég óska eftir því að vera greitt atkvæði þessa tillögu á þessum fundi. Í henni felst engin kostnaður, þannig að það ætti ekki að vera neitt til fyrirstöðu að hún Við höfum framkvæmt 2 íbúakosningar á undanförnum árum og það hafa ekki kostað mikið. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að eftirláta þér að svara þessum spurningum, en ég ætla, þegar kom hér fullyrðingum að íbúakosninga kostuðu ekki og Vestmannaeyjabær hefði framkvæmt 2. Vestmannaeyjabær framkvæmt íbúakosningar og lögum íbúakosninga var breytt. Íbúakosningar þarf að gera með sama hætti og alþingiskosningar. Þær kosta margar milljónir. Þannig að íbúakosning eins og í lagana hljóða ekki ókeypis. Ég vil bara benda bæjarfulltrúnum á það og það er íbúakosningar sem að bæjarfélagi fór með á sínu tíma myndu ekki vera löglegar í dag. Það er búið að breyta lögunum og það er líka í bæjarmálasamþykktinni.
og í lögum íbúakosningar í sveitarstjórnarlögum bara stór kafli hvernig á að gera þær, tímaramminn, margar vikur, þær eru hugsaðar áður en farið af stað í mál, ekki inn í miðri álíka og það vita bæjarfulltrúar, en allavega varðandi kostnaðinn, það var það sem ég ætlaði að leiðrétta, það ekki rétt að þær séu ókeypis. Vilja fleiri? Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ef þetta var það bara rétt að kalla þetta íbúakönnun frekar. Það þýðir að það er hægt að prenta út atkvæðaseðlaðinn og láta greiða atkvæðum með upp á safnaraheimili. Kostar kannski 500 kall. Prenta út? Nei. Vilja fleiri tjá sig þetta mál? Ég veit það. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Takk. Já, eins og komið fram, forseti bæjarfulltrúar, þá vantar mjög mikið upp á ansi mörg púsluspil í þetta verkefni. Það vantar bara hvað þetta kostar og hver á að borga. Og margt af þessu, nú hef ég svo sem kynnt með það, margt af þessu er svo sem örugglega styrkhæft hjá ríkinu, varðandi göngustíg og annað eins, en það liggur ekkert fyrir. Og ég vil árétta það sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson benti á hérna áðan, ég fer nú frekar reglulega upp á hérna fjallið og þeir sem að gera það líka, þeir þekkja það að austamegin í því er hansi þvernýft og það þarf töluvert inngrip til þess að ná einhverju festu í gjallinu þar. Og það væri bara gaman að sjá hvernig það yrði útfært á endanum. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Ég vonar enda líka að ég fyllist andköf þegar ég fæ að sjá hvernig þetta listaverk verður útfært og ég vona það ef að þessu verði, það verði náttúrulega bara mjög mikil gróða þessu fyrir samfélagið og ég hef talað það hér áður í pontu og ég hef að mörguleiti mikla trú á listatúrismannum og veit það að þetta mun alveg búa til auka auka rós í hnappakatti fyrir eyjarnar, en á móti kemur þá bara vitum við ekki nægilega mikið og mér finnst það ekki nægilega góð ástæða að segja það að það sé bara frumsýnt einu sinni. Það er hægt að segja okkur hvað þetta kostar þó við sjáum ekki verkið. Takk. Takk fyrir þetta Gísli Stefánsson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta er áhugavert mál. Ég ætla að fá að byrja á því í máli mínu að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ákveðið að gera smá orðalagsbreytingu á tillögunni að það er komið fram bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að þeir í stað verði haldin íbúakönnun verkefnið í staðinn fyrir kosningu. Ef að það myndi mögulega gera þá ákvörðun eitthvað auðveldari fyrir meirihlutann. Annars er bara staðan í þessu máli eins og hinu málinu sem við vorum hérna lengi í pontu að ræða áðan. Þar sem er vilji, þar er vegur. Og ef að það væri sannur vilji meirihlutans, hvort sem það væri að fá fram skoðun bæjarbúa á þessu máli eða öðrum málum sem hér hefur verið rætt eða öðru, og eins og var auðvitað á sínum tíma átti að vera leiðarstef allavega annars framboðsins í meirihluta, íbúa lýðræði og að fólk fá að segja skoðun sína og að það veri hlustað. Þá er sannarlega til einfaldar leiðir til þess ef það er vilji. En ég held að við sjáum það mjög augljóslega að hann er ekki til staðar. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Erlingur Guðbjörnsson, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og
góði gestir. Ég ætla að fá að koma með bókun frá meirihluta. Það með talsverðum ólíkindum að það skuli vera þörf á því enn og aftur að leiðrétta rangfærslur í opinberri umræðu það mál sem hér er á dagskrá. Æ ofan í æ er það fullyrt jafnvel að bæjarfulltrúa sem á að vita betur. Það til standi að gera stórfelldar og óafturkræfar breytingar ásýnd Eldfells. Þessu er haldið fram þrátt fyrir að í á annað ár hafi gögnin frá listamönnum og landslagsarkitektúrnum landslagi legið fyrir. Og þar er þvert á móti gert ráð fyrir að allt sem gert verður á Eldfelli verður afturkræft. Removable without leaving traces eins og það heitir eða afturkræft á þess að skilja eftir ummerki. Þrásinnis er líka gefið til kynna að eitthvað sé óljóst eða jafnvel falið kostnað Vestmannaeyjabæjar af þessu verkefni. Þar hefur ekkert breyst og þaðan að síður verið falið þar sem bæjarstjórn samþykkti samhljóða haustið 2022 að verja 50 milljónum króna í þetta verkefni. Meirihlutinn hefur aftur á móti fulla skilning á einlægum áhuga fólks á að fá kynningu á þessu listaverki og margumræddum göngustíg sem er hluti af því. Við höfum líka skilning á því að drátturinn sem hefur orðið á þeirri kynningu hafi sáð einhvers konar tortryggni eða óróa. En jafnframt hljóta allir að hafa skilning á því að tímasetning slíkra kynningar hlýtur að ráðast að því hvenær listamaðurinn sjálfur til verkið fullbúið til almennar kynningar. Það er gleðiefni að sú stund er að renna upp. Listamaðurinn Ólafur Elíasson hefur ákveðið að koma sjálfur til Vestmannaeyja og kynna verki fyrir samfélaginu. Hér með göngustíg og öllu saman. Gert er ráð fyrir að þessi kynningafundur verði núna seinni hlutann í febrúar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er ennþá laust. Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það var svo sem ekkert á döfinni hjá mér að segja mikið meira en það sem ég sagði áðan listaverkið en maður verður nú svona nást í hálfgerð listaspíra bara á því að vera í þessari bæjarstjórn, tala listaverkið hérna núna á 3. ár. En málið er eins og maður sagði áðan, maður er kannski ekki þekktur fyrir að vera gleðispillir eins og ég sagði. Maður vildi ekki eyðileggja stemminguna sem var komin út af þessu listaverki 2022 í aðdraganda afmælisársins og núna er komið 2025 og ekkert bólar á þessu en það sem maður hugsaði samt út af því að þetta var nú allt komið í farveg og ég var aldrei spurður af því hvort að þetta væri góð hugmynd, þetta listaverk á sínum tíma. Þá hefði ég viljað fá svona heimsfrægan listamann til að koma og gera listaverk sem að hefði orðið í mínum huga jafnvel hluti af eldheimum eða svona í þessu afmælis, sko nú er ég bara fabulegur eitthvað svona sem maður hefði kosið frekar, þá hefði það verið minna mál svona gagvart íbúum Vestmannaeyja sem að finnst nú Eldfelli vera nægilegur minnisverði, en það er alveg sama, þetta fór svona og er að fara svona og það er búið að semja við listamannum og maður átta sig á því. En það sem kannski vantar inn í umræðina hérna núna er að kannski forseti Páll Magnússon svari kannski spurningunum sem komu frá bæjarfulltrúa Margréti Rós hér á eftir og vonandi kemur einhvers konar svör við því, þannig að við verðum upplýstari. Og hérna þó það standi nú í samningi við listamann svona without traces og svona og að þetta verði allt afturkræft, þá vitum við nú alveg að það sem maður er að segja hérna í orðum mínum í síðustu ræðu er, ég hef bara áhyggjur af því að þetta sé bara ekki svoleiðis inngrip eins og stígurinn þarna austan megin við fyrir ofan krossin upp Eldfellið eins og hann er teiknaður upp. Ég hef bara áhyggjur af því að menn lendi í ógöngum þarna og verði komið með eitthvað óskaplegt mannvirki sem getur ekkert verið framkvæmt
án þess að jarðrask, óafturkræft jarðrask verði þarna en aðalega ég nú áhyggjur af kostnaðinum við slíkan göngustíg. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs? Ef ekki, þá með leyfi varaforseta skal ég reyna að bregðast við þessum spurningum sem hér komið fram varðandi kostnaðinn. Fyrst vildi ég þó segja varðandi efni málsins hvort að þetta verði erfitt að búa þennan stíg til austan í Gígnum og þar fram eftir götunum. Nú liggur fyrir að listamaðurinn ásamt landslagsarkitektunum sem hafa unnið þetta eru að koma til Vestmannaeyja í næsta mánuði og kynna þetta með húð og hári. Ég fyrir mitt leyti ætla að geyma mér skoðanir á því hvar sé erfitt að leggja stíg, hvaða þurfi stór mannvirki, þangað til við sjáum útfærslu listamannsins sjálfs og arkitektastofunar á því og nú sem betur fer ekki langt að bíða. Í næsta mánuði koma þessir aðilar og kynna þetta fyrir bæjarbúum með þeim formála sem ég lýsti hérna áðan. Fjárskuldbinding Vestmannaeyjabæjar í þessu máli sem var samþykkt samhljóða með öllum atkvæðum, líka D-listans á sínum tíma 50 milljónir. Á móti 50 milljón króna framlagi ríkisins sem samþykkt var með þingsályktunartillögu á Alþingi með öllum greiddum atkvæðum á sínum tíma. Í grófum dráttum litið svo til að þessi upphædd ekki allt það sem snýra listamanninu. Listaverki sjálft, struktúrin mikla, hofið eða hvað á að kalla það sem eru flutt til landsins frá Þýskalandi. Aðrar 100 milljónir kosti göngustígurinn. Útgangspunkturinn var sem sagt þessi og hefur verið og hefur legið fyrir allan tíman að þetta væri í heild verkefni upp á 200 milljónir gróflega áætlað og væntanlega verður hægt að reikna það miklu betur út núna þegar hönnunin liggur fyrir og verður kynnt hér í næsta mánuði. Skuldbinding Vestmannaeyjabæjar nær ekkit lengra heldur en í þessar 50 milljónir sem búið var að ákveða. Í viljayfirlýsingu sem Vestmannaeyjabæjar undirritaði með ráðherra gert ráð fyrir því að ríkið komi að fjármögnun á göngustígum. Ýmist beint eða í gegnum opinbera sjóði þar að lútandi. Vestmannaeyjabær hefur engar skuldbindingar útgjöld vegna þessa göngustígs. Það var spurt sérstaklega bílastæði. Bílastæði, hvar sem það nú verður og hvar sem það nú kynni að koma, ekki hluti af listaverkinu eða þessu verkefni í heild. Ef til þess kemur að Vestmannaeyjabær þurfum við að búa til bílastæði sem að þyrfti nú væntanlega að gera í tengslum við þennan göngustíg von bráðar. Jafnvel þó að göngustígurinn væri ekki partur af þessu listaverki. Það bara spurning aðkomu ferðamanna að Eldfelli. Þá það ekki hluti af þessu. Og ég hef bara ekki því miður grænan grun hvað bílastæði kosta per bíl. En ef þess, þá þetta bara tekin sjálfstæð afstæða til þess þegar þar að kemur, hvort að það þarf bílastæði, hvort að við samþykjum bílastæði, hversu stórt það á að vera og hvað það mun kosta. Já, ég held að ég láti þessu máli mínu lokið og bregð með þá aftur í hlutverk forseta. Vilja fleiri kveða sér hljóðs málið áður en ég ber upp tillögu minnihlutans íbúakönnun, eins og það heitir núna, undir atkvæði. Þá ber ég upp svohljóðandi tillögu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að þegar í stað verði haldin íbúakönnun verkefnið og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Vilja einhverjir taka til máls Þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sem ég las hér upp áðan gjöra svo vel að gefa mér. Það eru 4 sem samþykkja. Þeir sem eru andvígir þessari tillögu gjöra svo vel að gefa mér. Tillagan felld með 5 atkvæðum
gegn 4. Íris Róbertsdóttir með atkvæðaskýringu. Forseti, þess var breytt snarlega í könnun þegar það sást að þetta kostaði og þetta væri nú ekki alveg svona einfalt. Þessi tillaga kemur aðeins og seint og ég óska að þetta veri bókað inn í atkvæðaskýringu með fyrir hönd allra fulltrúa E/H-lista. Ákvörðun var tekin málið 2022 og því tímapunktur til að halda íbúakosningu eða íbúakönnun ekki í dag. Hann var árið 2022. Ákvörðun þegar tekin og því ekki hægt að kjósa hana. Það þegar búið að ganga frá samningum við listamannin og Íslenska ríkið. Atkvæðaskýringu lýkur. Takk fyrir þetta og þá þetta... Já, gjörðu svo vel. Margrét Rós Ingólfsdóttir. Forseti, ég kem upp til að gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég styð að þessi tillaga þetta máli að fara í íbúakosningu. Það sjaldan sem svona mikil umræða svona yfirgripsmikið verkefni hefur verið í mikil andstæði við, sjaldan sem það og fjölmargir hafa lýst þeirri skoðun sem ég sagði áðan bæði í könnun sem Maskína gerði og eins í íbúa undirskriftasöfnunina meðal íbúa. Mér langar bara örstuðt að spyrja, þú veist, að því að fyrir kosningar síðast þá var Þegar við erum í atkvæðaskýringu og umræðum málið lokið. Með leyfi forseta vil ég skýra mitt atkvæði með einni setningu eða svo. Það vandséð hvernig það á að fara í íbúakönnun ákvörðun sem þegar búið að taka fyrir 3 árum og upphaflega ákvörðun samhljóða ákvörðun allrar bæjarstjórnarinnar. Þar fyrir utan sem þessi ákvörðun þegar að stærstum hluta komin til framkvæmd. Og þá gerirðu ekki íbúakönnun eftir á frekar en þú tryggir eftir á. Þá þetta mál tekið af dagskrá og farið í næsta mál. Nei, við þurfum að greiða atkvæði hér breytinguna á skipulagsbreytinguna sem lá fyrir hér til umræðu og staðfestingar og var upphafið að þessari umræðu allir, maður gleymir tilefninu. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrirliggjandi skipulagsbreytingu gjöru svo vel og gefi merki þarum. 5 atkvæði þeir sem á móti fyrirliggjandi skipulagsbreytingu. 4. Skipulagsbreytingin samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4. Liður 8.3 í sömu fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, nr. 413, svo við rífum nú aftur upp fundinn sem hér til umfjöllunar, 8.3 ofanleiti skipulagsáætlanir, athafna svæði svokallað AT4 liggur fyrir hér til staðfestingar. Orðið laust þessa skipulagsáætlun. Þeir vill einhver kveða sér hljóðs þetta mál. Svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi skipulagsáætlun gjöra svo vel og greiða atkvæði. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Liður 8.4 AT1 breyting á skilmálum aðalskipulags vegna íbúða við Strandveg 89 til 87 liggja fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessa breytingu á skilmálum gjöru svo vel og gefi merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Liður 8.6 í sömu fundargerð Vesturvegur 6 umsókn breytingu á deiliskipulagi miðbæjar, 1. áfangi liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessa breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel og gefi merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 8.2, 8.5 og 8.7 liggja fyrir til upplýsinga.
Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið bæjarráð Vestmannaeyja fundur númer 3228. Liðurinn 9.2, tjón á neysluvatnslögn NSL3 liggur fyrir til staðfestingar. Undir liðnum samkomulag við HS Veitur vegna tjóns á NSL3. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrætt samkomulag gjöru svo vel og gefi merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 9.4, umræða heilbrigðismál liggur fyrir til umræðu. Til máls tekur Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég vildi kannski bara aðeins taka til máls af því að málefni HSU hafa verið mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum og maður hefur eðli málsins samkvæmt áhyggjur þegar að bæði umfjöllunin neikvæð og ekki þetta til þess að svona ýta undir, hvað ég var að segja, gera það aðlaðandi að starfa af því að við vitum það hefur verið og gengið erfiðlega að manna hér, sérstaklega læknastöður. Þannig að þessi umræða held ég hafi ekki verið stofnuninni til framdráttar. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt eins og kom fram að fá þetta samtal alveg eins og ræddum gagnvart samgöngumálunum að þá þurfum við líka að ræða við nýjan heilbrigðisráðherra og mikilvægt að gera nýjum ráðherra og starfsmönnum í ráðuneytinu grein fyrir þeirri stöðu sem að við og eflaust margir víða landið að kljást við og svo sáum núna bara í fyrradag að þá var fyrsta barn fætt ekki á Seyðisfirði vegna ófærðar. Þannig að víða land auðvitað staðan í heilbrigðisþjónustu afar slæm og við þurfum einhvern veginn að reyna að bæta það sérstaklega gagnvart aðgengi að eins og við höfum rætt í samgöngumálunum varðandi Landspítalann að tryggja það sé gott og þess vegna langar mig kannski líka aðeins að koma inn í að því ég veit að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir hefur setið í hópum sjúkraþyrluverkefnið og kannski svona aðeins að fá upplýsingar hvar það verkefni statt og hvort að sá hópur hafi það í huga að kynna það eða ræða það við nýjan heilbrigðisráðherra, hvernig það mál statt en að sama skapi bara ítreka mikilvægi þess að sé mikið og gott samtal við eins og hefur verið við HSU varðandi það að koma til móts við eða svona reyna að tryggja það að við séum með góða mönnun og ef við getum einhvern veginn aðstoðað í þeim efnum að þá auðvitað reynum við það en mér hefur samt oft þótt í samtölum við yfirmenn stofnunarinnar eins og það sé jafnvel ekki alveg skilningur á þeim aðstæðum sem við höfum. Við erum auðvitað samfélag þar sem gríðarlega hættulegt þannig séð starfsumhverfi. Því bæði þungur iðnaður, sjávarútvegurinn og annað sem að bara skiptir gríðarlega miklu máli að við séum með gott og hratt viðbragð, við séum með mikið og gott heilbrigðisstarfsfólk og við erum mjög rík af öflugu og svona þrautseigju heilbrigðisstarfsfólki sem að gera gríðarlega vel í ofboðslega erfiðum kringumstæðum oft á tíðum. Þannig að já, bara alveg eins og það var fyrir verið að hrósa fólkin í bæjarráði, þá vil ég líka fá að bara nota tækifærið og hrósa starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Suðurlands fyrir góð störf í þá samfélagsins. Og já, væri áhugavert að heyra hvar hópurinn liggur. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Til máls tekur Íris Róbertsdóttir. Forseti, ég byrja að svara með þennan hóp. Ég bara veit ekkert hvað hann liggur. Við bara áfangaskýrsla sem við fengum ekki einu sinni í hendurnar fyrir rúmu ári eða held ég 1,5 ári síðan. Bara þannig að hann var bara hjá heilbrigðisráðherra og þetta virtist bara vera innan úr skýrsla. Þrátt fyrir að hafa verið skipað í hana með þessum hætti, formlega hætti. Þannig ég hef aldrei fengið hana og ég hef bara hvergi séð hana. Þannig það bara svarið. En það var mikil og góð vinna þarna og ég veit hann Jón Magnús, sem núna nýráðinn aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, hann var í hópnum og ég veit að hann með skýrsluna, þannig vonandi nýtist hún.
Þetta var auðvitað meira svona greining á stöðinu og greining á þörfum. Það sem mér fannst mikilvægast í þessum hóp var að það var gríðarlega mikil áhersla á gæðavísa og þessa tímarama, hvað er ásættanlegu viðbragðstími, og það var það sem var þyngsta krafan. En hópurinn var auðvitað mjög svona sérstaklega samansettur á því leytinu til að ég var eini fulltrúi í þjónustu þegar. Allir hinnir var þeir sem voru að reka sjúkraflug allavega. Þannig að hefðu mátt vera öðruvísa jafnvægi inn í hópnum. Varðandi heilbrigðismálin, að þá er þetta gríðarlega mikilvægt og við erum náttúrulega bæjarráð fundað þetta og fól mér að óskiptu fundi bæði með forstjóra HSU og heilbrigðisráðherra. Ég er búinn að fara í það og það eru komin fundatímar með báðum þessum aðilum. Við munum funda núna í lok janúar með forseta á heilanum eftir hennar fund, með framkvæmdastjóra HSU og í byrjun febrúar með ráðherra, og ég er búin að vera í samskiptum bæði við forstjóra HSU og við ráðherran, og ánægilegt frá því að segja að Alma sem er ráðherra og er svæfingalæknir vann hér stundum og sagðist vera með hvað ég voru að segja, góðar minningar Eyjar og við skulum vona að það kom okkur eitthvað áfram. En allavega þá er þetta komið, en við sendum punkta til ráðherra minnisblað með svona punktum út ósk á fundunum, og mér langar aðeins að upplýsa bæjarstjórn um það. Það við óskuðum eftir samtali með áherslu á mönnun grunnþjónustu HSU í Vestmannaeyjum og stöðu starfsstöðvarinnar almennt. Við óskuðum eftir upplýsingum sjúkraflug og stöðu varðandi sjúkraþyrlu og fyrirsjáanlega breytingar með staðsetningu og þetta, við viljum fá að ræða það. Við óskuðum eftir því að fá að ræða hjúkrunarheimili og uppbyggingu hjúkrunarheimilis í Vestmannaeyjum, taka aftur upp málið sem við fórum í júní 22 og það stoppaði bara hjá heilbrigðisráðherra sem ætlaði að koma til Eyja og meta stöðun og funda með okkur hér. En við bara viljum endurvekja það og ráðherra ætla bara að finna þau gögn sem eru til í ráðuneytinu um það. Og einnig varðandi viljum við fá að ræða við ráðuneyti þá þjónustu sem við erum að veita eldri íbúum, bæði í formi forvarna, stuðnings og allavega þjónustu sem er til þess að sjálfsögðu að lengja þann tíma sem að þessir einstaklingar eru annarkvort heima eða þurfa allavega ekki þjónustu á hjúkrunarheimili. Og okkur finnst eðlilegt að ríkið komi að þessu og bara viljum fara yfir þessi verkefni og jável bara komi hugmyndir að samstarfi. Þannig þetta eru þeir punktar sem að bæjarráð senda á undan sér til heilbrigðisráðherra og báðir þessir fundir eru komnir á dagskrá, þannig að eitthvað erum við nú að gera í vinnunni. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Liður 9.7 í sömu fundargerð og við erum hér að ræða er gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar árið 2025 sem liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja gjaldskrána fyrirliggjandi gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 9.1, 9.3, 9.5 til 9.6 og 9.8 til 9.12 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið, framkvæmda á Hafnaráð Vestmannaeyjafundur númer 314. Liður 10.2, gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs og sorphirðu 2025 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þetta. Það kveður sér engin hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja gjaldskrána gjöra svo vel og gefi merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 10.1 og 10.3 til 10.5 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er að lokum tekið fyrir 11. dagskrármálið sem er fræðsluráð Vestmannaeyja fundur 391 þar sem liðir 11.1 til 11.7 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrá þessa fundar er tæmd til næsta fundar verður boðað 19. febrúar næstkomandi, fundinum er slitið.